Þá komið að fjórða mál á dagskrá, fjárlaga frumvarp 2023. Málshefjandi bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú hafa fjárlög 2023 verið lögð fram og þrátt fyrir þau liggi ekki endalega fyrir. Þá held ég að sé ágætt fyrir okkur að skoða aðeins hvað er í kortunum fyrir næsta ár. Það virðist vera ansi flókið fyrir þessi tvö stjórnsýslustigi, það er ríki og sveitarfélög að ná saman þegar kemur að tekjuskiptingu. Þannig náði nefndin sem skoða átti tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélag ekki að skila neinum afgerandi tillögum til úrbóta. Í gegnum tíðina hefur samt ýmislegt verið rætt eins og að sveitarfélögin hætt að taka þátt í að reisa hjúkrunarheimili eða framhaldsskóla og að þau fái hlutdeild í fjármagnstekjuskatti, en lítið þokast í þeim málum. Við höfum á vettvangi landshlutasamtakana verið að skoða fjárlögin og hefur Albertína framkvæmdastjóri verið að greina helstu breytingar á fjárlögum ársins 2023 er varða byggðina og samfélög á Norðurlandi eystra. Ég ætla hér aðeins að ræða það sem á sérstaklega við Akureyri. Ef við byrjum á að horfa aðeins á tekjuforsendur frumvarpsins þá er verið að gera ráð fyrir mikill aukningu á milli ára á tekjum ríkissjóðs í krónum talið og sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Bætt staða mun skýrast helst að jákvæðri efnahagsþróun, minna atvinnuleysi og fyrirhugum aðgerðum til að draga úr þenslu og verðbólgu. Í ljósi þessa er það vissulega vonbrigði að ekki virðist eiga leiðrétta á neinn hátt vanfjármögnun í málaflokki fatlaðra. Þá er ágefni að draga úr fjárframlögum til byggðamála þrátt fyrir fögur fyrirheit í stjórnarsáttmála og nú blasir við niðurskurður í til að mynda framlögum til sóknaráætlana landshlutana sem þó hafa verið nauðsynleg innspýting í mörg mikilvægu verkefni og má segja súrefni fyrir landsbyggðirnar og fjármagn sem skila sér strax tilbaka í ríkiskassan. En eins og fjárlögin líta út núna þá er gert ráð fyrir lækkun á framlögum til byggðaáætlunar, sóknaráætlana og atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni. Gert er ráð fyrir að framlög til lögreglustjórans á Norðurlandi eystra lækki á milli ára en öllum ætti að vera ljóst að nauðsynlegt er að bæta frekar í. Og þegar kemur að vegakerfin þá virðist eiga að draga verulega framkvæmdum sem reyndar skýrist að einhverju leyti af því að það er komið að lokum fjárfestinga á taksins farið var í vegna COVID og ekki er hægt að sjá að gert sér ráð fyrir endurnýjun á ferjum, hvorki Grímseyjar eða Hríseyjarferjunni. Það má segja að ánægjulegt sé að sjá að framlög til flugvalla og leiðsöguþjónustu hækkar á milli ára, en gert er ráð fyrir að sú hækkun gangi tilbaka árið 2024. Er að ræða hækkun á fjárheimildum meðal annars vegna uppbyggingar á Egilsstað og Akureyrarflugvelli í samræmi við fjárfestingar átak, sem á vegna reksturs innanlandsflugvalla. Framkvæmdir hér á Akureyrarflugvelli eru þá flugstöðarbyggingin og flughlað, en hér hefur beinu flugi heldur betur verið komið á með tilkomu Næsir og þetta fleiri flugfélaga sem er að fljúga hér inn. En nú þegar ferðaþjónustan er að lifna aftur við, skýtur skökku við að sjá að framlög til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða dragast töluvert saman á milli ára. Ég tel þetta sem mikið áhyggjuefni ef við horfum til upplifunar ferðamannsins og mögulegum ágangi á náttúruperlur okkar. Við hér á Akureyri höfum fengið mikilvæga viðurkenningu á að vera norðurslóðabær Íslands og því er sorglegt að sjá að gert er ráð fyrir lækkun á framlögum til stofnunar Vilhjálms Stefánssonar á milli ára sem er í algjöru ósamræmi við norðurslóðastefnu ríkisins. Í rúmlega áratug hefur þá framlag til stofnunar lækkað helming að raunvirði. Ekki sjást þess nein merki að auka í framlög til menningarsamnings við bæinn eða að koma að skylduskilum bókasafnsins eins og við höfum lengi kallað eftir. En kannski sérstaklega í þessum verkefni er kjörið tækifæri fyrir ríkið að styðja við svæðisborgina Akureyri. Fjárlögin gera síðan ráð fyrir að framhaldsskólinni dragi saman í rekstri með fækkun nemenda, einmitt þegar ásóknin í skólana hefur sjaldan verið meiri. Hverju sætir er ekki gott að segja. Við höfum langt skeið verið að tala fyrir tækni og listnámi verið komið við háskólan á Akureyri en þess sjást ekki merki í fjárlögunum sem er meður. Þó getur verið að möguleiki verða á að sækja í sjóð sem tala hefur verið að komi til. Þegar fjárframlög eru skoðuð til sjúkrahússins og heilsugæslu er ekki ljóst hvort að hækkun í krónutölu dugi einu sinni til að mæta launa- og verðlagshækkunum og ekki er tekist á við uppsafnaðan vanda sjúkrahússins. Í fjárlögunum kemur einnig fram að undirbúa eigi opnun 2 nýrra heilsugæslustöðva á Akureyri í samræmi við þarfagreiningu sem er ákaflega ánægjulegt og löngu tímabært.
Gert ráð fyrir að byggja eina heilsugæslustöð á Akureyri og leigja húsnæði undir aðra í samræmi við þarfagreiningu. En eins og við vitum þá gengur brösulega á lendingum staðsetningu á heilsugæslustöð sunnan við á. Við vonum nú að sjá samt til lands í þeim efnum. Framlög til Jafnréttisstofu lækka á milli ára og ekki gert ráð fyrir laun og verðlagsbreytingum í framlögum til stofnunar sem verður að teljast áhugjefni. Dæmi verkefni sem eru sannlega gerðir samningar en enda á lokum með að skilja eftir sig kostnað hjá sveitarfélaginu samningur sjúkraflug. Slökkvilið Akureyrar og útvega sjúkraflutningamann í öll sjúkraflug á landinu sem að jafnaði 800 á hverju ári. Greiðsla frá sjúkratryggingum föst eða 50.000 krónur fyrir hvert flug, sem nægir ekki það sem ferðirnar eru að lengjast og allir kostnaður að aukast. Og eitt lítið verkefni enn sem við höfum verið með ásamt ríki sem vetrarþjónusta og miðstöð Íslands. Það hefur semst verið slegið út á borðinu að hálfu ríkisins, alltaf því einhliða, allavega ekki í neinu samtali við okkur eða okkur einu sinni tilkynnt það. Og eitt annað verkefni sem að ég rifjast upp fyrir mig núna, það aðkoma ríkisins að rekstri Hlíðaskóla. Það var til skamstíma alltaf veitt í það einhverju fjármagni. Nú telur ríkið að það séu ekki nema eins og ég heyrði að væri 1,5 barn sem að væri skilgreint sem heilbrigðismál og ég segi þá bara sá kostnaður ætti þá að greiðast af þeim. Bara hlutfærslegu kostnaður. En nokkur önnur atriði og fjárlögin sem vert að minnast á. Innleiða á nýtt tekjuöflunarkerfi fyrir ríkissjóðs vegna umferðar orkuskipta með endurskoðun á gjaldtöku í samgöngum sem byggir á skattlagningu sem í auknum mæli verður bundin við notkun. Og aðeins á jákvæðanótum þá stendur til að efla nýsköpun í byggðum landsins með því að koma á fót stafrænni nýsköpunargátt fyrir frumkvöðla og fræðslu og stuðningsaðila nýsköpunar. Eitt af því sem gefur okkur frábært tækifæri til sóknar að störf á vegum ríkisins eiga nú að vera óstaðbundin nema eðli starfsins krefjist þess sérstaklega. Sporna verður við viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðarlögum í gegnum verkefni brothætta byggðir og þá spurningi hvort að verkefni Gleiðan Gríms verði framleitt en því líkur nú áramótin og eftir því sem að kom fram á fundi okkar hér í morgun með forsætisráðherra þá ekki verið að tala að framlengingu á því verkefni. Þá gera fjárlögin ráð fyrir áframhaldi á loftbrúarverkefninu en það kostnað þáttaka ríkisins í flugfargjöldum innanlands fyrir íbúa landsbyggðarinnar sem vel. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en langa að koma aðeins aftur að máli málana, það málaflokki fatlara. Á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið var á Akureyri dagana 28. til 30. september var samþykkt ályktun varða málefni fatlaðs fólks, en hún hljóðaði svo með leyfi forseta. Fjárhagsstaða sveitarfélaga á Íslandi grafalvarleg. Frá árinu 2019 hefur sveitarfélögum sem ekki uppfylla lágmarksviðmið fjárhagslega sjálfbærni og undir eftirlitsnefndar með fjárlögum á sveitarfélaga fjölgað úr 12 í 30. Vanfjármögnun vegna þjónustu við fatlað fólk ein megin orsök fjárhagsvanda margra sveitarfélaga. Ítarleg greining starfshóp félagsmálaráðherra sem rekstur málaflokks fatlaðs fólks sýnir að hallinn á málaflokknum árið 2020 nam 8,9 milljörðum króna. Ætla má að hallinn nemi nú 12 til 13 milljörðum króna. Í yfirstandandi viðræðum sveitarfélaga og ríkisins leggur sambandið þunga áherslu á að fá fjárhagslega leiðréttingu frá ríkinu til að standa undir útgjöldum sveitarfélaganna vegna þjónustu við fatlað fólk. En gríðarlegur vöxtur útgjalda einkum tilkominn vegna aukinna krafna í löggjöf og reglum hærra þjónustustig. Mikilvægt að niðurstaða viðræðna liggi fyrir eigi síðar en 1. desember 2022 og að sveitarfélagin fái þá strax leiðréttingu. Jafnframt lýsir sambandið þeim vilja að tekna verði upp viðræða við ríkið framtíða fyrirkomulag og fjármögnun þjónustu við fatlað fólk. Sveitarstjórnarlög kveða á skyldu stjórnvalda að kostnaðarmeta þau verkefni sem sveitarfélögum falin að sinna. Þjónusta við fatlað fólk stórlega vanfjármögnun af hálfu ríkisins og vegur að möguleikum sveitarfélag til að ná sjálfbærni í rekstri. Engin ávinningur að því fyrir ríkið að samfélagi heild að sveitarfélög reki verkefni með halla eða taki að sér ný verkefni sem ekki eru fjármögnuð.
Og svo ætla ég að lokum að lesa upp tillögu að bókum bæjarstjórnar. Bæjarstjórn telur mikilvægt að tryggja mannréttindi og þjónustu við fatlað fólk og skora því á ríkisstjórnina full fjármagna þjónustuna. En ætla má að hallinn í málaflokknum nemi nú 12 til 13 milljörðum króna á landsvísu og að hlutur Akureyrarbæjar verði á árinu sem að líða rúmar 800 milljónir. Bæjarstjórn lýsir jafnframt yfir miklum áhyggjum yfir því að til standa að skerða framlög til embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra og að uppsafnaði vandi sjúkrahússins á Akureyri sé ekki leystur. Þá hvetur bæjarstjórnin til þess að lögð verði fram fjármögnuð aðgerðaáætlun sem styðji við svæðisbundið hlutverk Akureyrarbæjar og að auki fjármagn verði sett í sóknaráætlun landshlutans. Við þökkum bæjarfulltrúa Höllu Björk Hreinsdóttur fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúa Hildi Anna Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Hreinsdóttur kærlega fyrir þessa mikilvægu yfirferð vegna þess að ég sannfærð það að við sveitarstjórnarfólk við þurfum að setja okkur svolítið vel inn í fjárlögin og ekki síst þegar að þau eru í vinnslu og eru á því stigi að kannski möguleiki ennþá að hafa þar einhver áhrif á. En það sem að mér langaði aðeins að ræða eru þessi samskipti ríkis og sveitarfélag og kannski mögulega sameiginlegt skilningsleysi milli aðila. Það kom mér svo ofboðslega mikið á óvart þegar ég tók sæti í bæjarstjórn að ég einhvern veginn upplifði ríki og sveitarfélag, þetta bara bæði hið opinbera, mynda sameiginlega hið opinbera og eiga bara vera þjónusta almenning og það eru sameiginlegir hagsmunir okkar að gera það og við hljótum bara alltaf að vilja það og auðvitað þurfum að takast á við að fjármagnið er á sikkurum stað og eitthvað svona en þetta er búið að vera svo ofboðsleg vonbrigði að upplifa hvað þetta er hrikalega erfitt, flókið og styrt samband milli þessara tveggja aðila sem eiga að vera þjónusta hinn almenna borgara. Og í sjálfu sér held ég og ímyndaði mér það að almenningi séu sjálfu sér alveg sama hvort að þjónustan er veitt af hálfu ríki eða sveitarfélag svo lengi sem þau bara fái þjónustuna. Og sama tíma þá er ég þeirra skoðunar, ég myndi gjarnan vilja hafa meira af verkefnum í nærsamfélaginu á vegum sveitarfélaga og ná þannig ákvarðanatökunni nær okkur. En þetta er svo, það er og ég upplifi núna að sé svolítið að sjóða upp úr. Það er eins og sé ekkert traust milli aðila. Ég kannski heyri minna frá fulltrúum þingsins eða embættismanna ríkiskerfisins á þeirra upplifun á samskiptum við okkur sem að gæti líka verið fróðlegt að fá að vita því ekki getur maður ímynda sér það að allir vilji hið versta sem að starfi ríkisins megin. Ég vil einhvern veginn ekki trúa því. En við heyrum þetta og það er alveg sama og þarna skipta flokkar engu máli. Það er alveg sama við hvaða kjörna fulltrúa þú talar á sveitarstjórnarstiginu að fólk er rasandi yfir þessum samskiptum. Og traustið ekkert sem endurspeglast til dæmis í því þegar við vorum að ræða á landstingi sambandsins núna á dögunum þá tillögu hvort að sveitarfélögin ætti að óska eftir í að taka sér rekstur framhaldsskólana og það hrukku bara allir í kút og sögðu nei. Ekki vegna þess að þau væru ekki pólitískt í rauninni sammála því að verkefni færi vel hjá sveitarfélögum og það geti verið vel til fundið að tengja betur saman grunnskóla og framhaldsskóla, forvarnaverkefni, tómstundamála og svo framvegis, heldur vegna þess að traustið er ekkert. Og ég veit ekki, einhvern tímann gantaðist ég nú með það á einhverju þingi hvort að ætti að skipa einhvers konar sáttasemjara milli ríkis og sveitarfélaga. En að minnstakosti hljótu við bæði ríki og sveitarfélag og þurfa virkilega að fara að leggja höfuðið í bleyti og hugsa hvernig nálgustu þetta samtal með einhverjum lausnamiðum hætti. Því að þeir virðast bara mætast þarna stálinn stinn sem að bak við tjöldin í rauninni öskra og garga og hins í hálfviti. En það eru svo síðan langaði mig aðeins að gera umtalsefni því að bæjarfulltrúi Hallabjörk kom inn á marga þætti þar sem að maður upplifir að í orði eða stefnu eða ríkisstjórnarsáttmála sé eitthvað sagt en það endurspeglast ekki í því sem að verið er sannarlega að veita síðan fjármagnun í. Og sérstaklega vil ég staldra við eins og bæjarfulltrúi Hallara nefndi réttilega að sóknaráætlanir landshlutana er að dragast saman enn eitt árið og eru orðin lægri fjárframlög heldur en árið 2017 og þetta er á sama tíma og það var bara í fyrra 2021 sem hafa gerður ríkisstjórnarsáttmáli það sem stendur að það eigi að efla sóknaráætlanir landshlutana og auðvitað verður
svolítið pirrandi þegar að þú upplifir, maður segir yes og fimmur á vegum til dæmis landslutasamtakana að sjá þessa sem að upplifunin var að væri mikil viðurkenning á þeirra störfum og svo framvegis. En svo endurspeglast það hreinlega ekki í fjármagninu og auðvitað hinn eina endanlega pólitíska áhersla það sem að kemur síðan fram í fjárlögum. Orðin gera voðalega lítið. Sama réttilega norðurslóðamálin, þetta var mikið tekist á þetta hér tíma og þá var tekið fram að í norðurslóðastefnun að sannarlega ætti Akureyrarbær að vera miðstöð málefna norðurslóða. Hér hafi orðið frumkvæði á vegum heimafólks og að sjálfsögðu ætti ekki að kippa því öllu til Reykjavíkur og svo framvegis. En hvernig endar fjármagnið? Dregst úr því hér og eykst í Reykjavík. Hvað segir það þá manni? Og síðan þetta, mörg svona smotteri sem að maður bara eins og hvað var það ekki svona mynd af konu sem bara, ég trú ekki sé ennþá að tala þetta, eins og skylduskil. Þetta eru milljón fundir með menntamálaráðuneytinu á síðasta kjörtímabili, kannski svolítið íkt milljón, en manni líður eins og þeir séu milljón, því að þeir voru svo ofboðslega margir, bæði við starfsfólk og ráðherra þessi skylduskil og kemur tímabundin einhver leiðrétting svona eins og snuð upp í mann að hætta þessu tuði yfir þessum skylduskilum sem í lögum og ekki fjármagnuð og síðan bara það tímabundi og það bara horfið og aftur þarf að byrja einhvern veginn á byrjunin eða berjast fyrir því að það haldist inni. Svo eru nokkrir hluti sem maður þetta hefur bara áhyggjur af, ég meina hjúkrunarheimilin, Akureyrarbær á húsnæði Hlíðar, það afhent einhverjum til afnota án samtals við Akureyrarbær, það nú ekki til þess að búa til eða skapa traust. Síðan hefur maður áhyggjur af hvernig verður með legudeildin á SAK, það nú bara gríðarlega mikið hagsmunamál, ég vona að það verði nú allt á endanum á réttri leið, því að viljinn virðist vera fyrir hendi alveg að sama með heilsugæsluna, en stundum virðist þetta einhvern veginn festast inn í einhverjum kerfum, þar sem að vantar einhver svona lausnamiða nálgun. En mér fannst líka gott að bæjarfulltrúi Hallabjörg nefndi þetta varðandi greiningu á kostnaði við verkefni og nýja lagasetningu og við þurfum held ég á sveitarstjórnarstiginu að vera miklu ákveðnari í því að vekja athygli á því þegar að ný lög eru samþykkt án þess að gert sig grein fyrir kostnaðamatinu eða rætt hver að bera þann kostnað. Af því að það ótrúlega auðvelt að taka ákvörðun fyrir hönd einhvers annars og maður þarf ekki að pæla í fjármagninu. Og loka það sem ég hef kannski áhyggjur af líka í rauninni byggðamálin í þessu ljósi. Af því að veruleiki okkar til dæmis hér á þessu svæði að þessi lögbundna þjónusta svo gríðarlega mikil að það eiginlega aðeins ef maður geti tekið bara óbúslega einfalda mynd þá þetta menningamál og íþróttamál sem við getum skorið niður ef við viljum mæta halla. Og hvaða samfélag það sem hefur ekki öflugt íþrótta og menningarlíf? Hver vill búa í slíku samfélagi? Það verður voðalega auðvelt að breyta rekstri bæjarins með að segja bara skrúum fyrir hérna menningu og íþróttir. Bara kabúm. En hverju myndu þá vilja lifa og starfa? Hér ekki þjóðarleikvangar á vegum ríkisins eða Sinfóníuhljómsveit Íslands á vegum ríkisins eða önnur lífsgæði sem eru þar eða sveitarfélög til að mynda á höfuðborgarsvæðinu geta skipt á milli sín. Og þar skiptir svo óbúslega miklu máli að við reynum að koma þessu máli áfram með svæðisbundið hlutverk Akureyrar. En ég hef áhyggjur af því að fjárlögin eins og þau eru sett fram geti haft áhrif á landsbyggðirnar. Ferðamennskan og ferðamanna iðnaðurinn á okkar svæði sem var í blóma fyrir COVID sem hefur fengið alveg gríðarlegt högg á sig að til dæmis þetta með framkvæmdasjóð ferðamanna og síðan ofan á allt saman einhvern veginn, maður næstu í þunglindu þegar maður fer að tala þetta allt saman, en ofan á þetta allt saman þetta bara verðbólgan sem að blasir við og ófriður og vinnumarkaði og verðbólgan og hvað áhrif hún mun hafa á atvinnulífið á svæðinu og auðvitað bara íbúa. En allavega ég vona að við reynum að vera allavega eitt hjólið í því að reyna að búa til betri samskipti milli ríkis og sveitarfélaga og auka skilning, en það ekki skilningur. Ég get alveg staðið og sagt ég skil ekki af hverju þetta svona. Ég skil ekki þetta stríð á milli þessara aðila sem eiga að vera þjónar almennings númer 1, 2 og 3. Takk. Þakka bæjarfulltrúa Hildi Gísladóttur fyrir, orðið laust. Bæjarfulltrúa Sunna Jónsdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, þakka bæjarfulltrúa Höllubjörg fyrir að taka þetta mál upp og góða og mjög ítarlega yfirferð sem ég hef svo sem ekkert við að bæta en það fari vel yfir þetta. En mér langar bara að viðra aðeins áhyggjur mínar að lækkun framlags til embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Sem dæmi það ákvað embætti lögreglustjórans hér að setja tímabundi fjármagn í starf forvarnarfulltrúa en með lækkun og framlagi þá hræðist ég að það verði ekki framhald á því verkefni. Samkvæmt samtali við forvarnarfulltrúa þá hefur lögreglan miklar áhyggjur af auknu ofbeldi meðal unglinga og ungmenna á Akureyri eins og þið hafi eflaust séð líka og heyrt í fréttum. Eins er að mín tilfinning að neysla unglinga, bæði áfengis og fíkniefna, er að aukast aftur eftir við náum framúrskarandi árangri í að ná unglingadrykkinu niður upp úr aldamótunum. Og mín tilfinning er að þau segja það krakkarnir að kókaín sé pínu nýja áfengið og þetta er það sem að ótrúlegustu krakkar leita í djamminu í dag. Þannig að ég er bara miklar áhyggjur af þessu. Fann ekki nýri tölur en frá 2019 frá rannsóknar greiningum stöðuna til að styðja mitt mál. Þetta er bara mín tilfinning kannski með að starfa með ungu fólki. En fann viðtal við lögregluna höfuðborgarsvæðinu sem hafði miklar áhyggjur af aukinni unglingadrykki. Svo ekki sé tala um aukningu í tilkynningu kynferðisbrota, aukna hörku í undirheimum og aukinu vopnaburð. Takk fyrir mig. Þakka sinni Hlín Jónsdóttir bæjarfulltrúa fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúa Gunnar Linda Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, vill bara þakka bæjarfulltrúa Höllu fyrir góða yfirferð og ykkur hinn sem hafa komið upp og bara góð umræða. Ég vil lýsa að kannski stendum við nær, lýsa áhyggjum varðandi sjúkrahúsið á Akureyri og í fyrstu umferð er í raun ekkert verið að mæta þeim vandræðum sem að hafa verið þar í rekstri og ef framheldur sem horfið þá erum við að horfa á 500 milljóna króna halla á næsta ári í fjárhagsáætlun næsta árs og það mun bara þýða skert þjónusta, sumalokanir og fleira fyrir íbúa okkar og upptökusvæði sem sér allt í kring. Þannig að ég vona innilega að vera að tekja þessu í næstu umræðu og bætti. Takk. Þakka bæjarfulltrúa Gunnar Linda Sigurðsson fyrir. Orðið er laust. Nei. Já, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúa Hallbjörg Greinadóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara takk fyrir umræðarnar en ég aðeins sjó eftir í það sem bæjarfulltrúi Hilda Jana sagði að við þyrftum að vera duglega að benda á og við ræddum þetta aðeins þegar við vorum að fundi með þingmennunum að við þyrftum kannski að vera duglega að benda á að þú veist að það þyrft að ég reikna út kostnaðin við löggjöfina og þá vil ég bara segja það að því að við erum hérna í opnu fundi við þá þingmenn þetta er náttúrulega þeirra vinna að fara eftir lögum. Þetta stendur í lögum að það eigi að kostnaðargreina löggjöfina og hvernig það hefur áhrif á sveitarfélögin. Þannig ég vil hvetja þingmennin okkar til þess að bara standa vörð um það, að það sé gert svo að aukist ekki alltaf okkar baggi einhvern veginn. Þakka bæjarfulltrúa Hallbjörg Greinadóttir fyrir. Orðið er laust. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Hallbjörg Greinadóttir að taka við stjórn fundarins. Já, og þá er það bæjarfulltrúi Heimir Árnason sem tekur til máls. Ég ætla að þakka bæjarfulltrúa Höllu fyrir góða kynningu og þeim sem hafa komið upp. Ég vil líka vera sammála Höllu með það að við þurfum að vera duglegri við að eiga þetta samtal. Frá því að ég byrjaði hér fyrir nokkrum mánuðum síðan þá hef ég átt mörg samtöl við ríkið og þá meðal annars núna nýjórið varandi farsæld barna, farsældarlögin og fengi mjög góð samtöl. Og ég held nefnilega að við meðum ekki hræddir það að hafa samband við fólkið sem er hinum megin, það er að segja í höfuðborginni og ég heldur taka miklu betur á mótorku en við höldum. Öll þessi samtöl sem ég er búin að eiga líka varandi heilsugæsluna og komið henn á stað, ég er búin að vera svolítið ákveðin og ítinn en sanngjarn, búin að eiga mjög mörg góð samtöl við þingmenn fyrir sunnan og ráðherra. Varandi farsældarlögin, ég held að þau séu eitt af jákvæðasta sem er að gerast í grunnskólanum, við verum að halda vel á spöðunum, við verum að vinna vel í þessu og við verum ekki bara bíða og sjá, við þurfum sjálf að vinna í þessu.
koma með hugmyndir, vera dugleg og það gerist ekkert að sjálfu sér. En með góðri samvinnu og gerist þetta bæði hraðar, betur og við getum verið stolt af þeirri vinnu. Takk fyrir. Já, orðið laust aftur. Já, ég færði þund. Já, takk fyrir. Stjórnfundarins. Halla. Nei.